Leikskólinn Lyngholt á Reyðarfirði tók nýverið í notkun ný og endurbætt húsakynni. Við fengum að vera að fluga á vegg og skoðum aðstæður sem eru sannarlega mikil bylting fyrir leikskólastarfið á Reyðarfirði. Framkvæmdirnar reyndu óneitanlega á starfsemina á meðan á þeim stóð, en nú kominn tími til þess að njóta afrakstursins og einblína á starfið sjálft. Já, þetta reyndi svolítið á þolinmæði, ég viðurkenni það alveg. En í dag er maður alveg sáttur. Afraksturinn er náttúrulega frábær vinnuaðstaða fyrir okkur, starfsfólkið og börnin. Þannig að hitt er gleymt. Það er eiginlega svoleiðis. Hvað er þetta mikil stækkun sem við erum að tala um hérna á leikskólanum? Starfsmannarými er 100 fermetrar, þannig ég held, og deildin er eitthvað svona álíka, þannig að í heildina held ég þetta sé eitthvað í kringum 300 fermetrar stækkun við skólan allan. Þannig að hvað getið tekið á móti mörgum börnum þá hérna núna? 140 í endan. Þannig að við getum alveg bætt í 40 til viðbóta við það sem við erum með í dag. En þessi bæting hérna líka, það er hugsað út í þetta eru 3 hús þá í raun sem eru núna flúttandi saman. Já, elsta húsið okkar er vígt 85 og á 35 ára afmæli núna bara, við segjum alltaf 3. október, það sé afmælisdagur Lyngholts. Og miðhlutin á húsinu er byggður tekið í notkun 2005. Og þessi hluti sem var svo vígður þá núna í sumar 2020, þannig að við erum komið með mjög stórt hús og bara eins og í dásamlega aðstöðu. Þetta lítur nú að vera svolítið snúið verkefni þegar þú ert með mörg hús og marga deildir og misjafnan aldur að láta þetta vinna saman. Þetta þarf að hanna eins og leikskóla. Batteríið, arkitektastofan er teiknar fyrir okkur báðar viðbæturnar við skólan og gera það listilega vel. Þeir kalla mig og aðstoðarskólastjórann. Við fáum að vera með í ferlinu, hönnunarferlinu í allan tíman og fáum að koma með hugmyndir og ábendingar og svona hvað virkar og hvað virkar ekki í rauninni, eins og maður segir. Þannig að við fengum alveg að taka þátt í ferlinu. Þetta eru náttúrulega líka bara snillingar, þessir strákar, þeir eru ekkert að gera þetta í fyrsta skipti. Og svo líka er þessi möguleiki að fá að koma með feedback eftir á. Þú veist, þó að skólinn sé rosalega flottur og allt þetta, en hvað hefði við getað samt gert betur? Þannig að þeir læra í rauninni fyrir næsta verk. Þannig að ég held að það sé líka mjög stór partur. En jú, klárlega er þetta áskorun því að skólinn er í fullum rekstri allan tímanum með að vera byggja við, hvort sem það var 2005 og svo aftur núna. Við vorum fengum félagsheimili á Reyðarfirði, félagslund, sem heitir núna hjá okkur Lundasel, því við bættum því við sem deild. Þannig að við fluttum einn aldurshóp þangað. Og svo erum við bara búin að vera ótrúlega, færanlegum húsi, það var verið að vinna þarna, þannig að við færðum deildina til og svo þurftu þeir að fá eitthvað annað rými. Þannig að við erum búin að vera svolítið á ferðinni síðastliðin ár í þessum flutningum og framkvæmdum. Þannig að þetta er, áskorun en í dag skemmtilegt. Ef við tölum aldurinn sem er hérna, þessi yngstu, þau eru töluvert ung. Yngstu hjá okkur í dag eru 11 mánaða og byrjuðu hjá okkur 10 mánaða bara núna í ágúst, en við tökum yfirleitt börn inn í fjarabyggð við 12 mánaða aldurinn og þannig að við erum heppin og ekki heppin, við erum ekki með dagmömmur, en í staðinn erum við náttúrulega með aðlögun þá allt árið og við erum með bara starfsfólk, stelpur, strákar sem eru rosalega klári í að ná þessum krökkum til sín á sem styðstum tíma og eins og núna náttúrulega öðruvísi aðlögun heldur við höfum verið með. COVID gaf ekkert endilega mikið svigrúm til þess að við værum með gestkomur í skólan, þannig að það var svona pínu, drýjum þetta svolítið af og svo bara mamma út. Þannig að það var svona svolítið öðruvísi. En leikskólinn hann er mjög fjölþjóðlegur, bæði hvað varðar börnin og starfsfólk. Já, við erum með bæði starfsfólk og börn frá mörgum löndum og ég held í heildina séu frá 7-8 löndum. Starfsmenn og börn. Þannig að það er skemmtilegur kokteil í öllum skilningi. En þið hljótið að vera alveg í skíunum með það núna að aðstæðan, hún er orðin þetta góð og þá er þetta að setja allan fókus á starfið sjálft. Innra starfið náttúrulega verður bara fókusun okkar í vetur. Við erum að byggja upp í rauninni bæði uppeldisstefnun okkar sem við höfum verið að starfa með og við ætlum að vera með svona meiri áherslur en á hvað við erum að vinna bæði listastarf, við erum með listkennara við skólan hjá okkur, við erum að vinna mikið með snemmtaka íhlutun, málörfun og svoleiðis og við erum með svona sérgreina kennara líka í því sem er svona svolítið sem við erum að pröfa, bara pínu tilrauna verkefni og þannig að við ætlum að byggja í rauninni núna meira í rauninni hvað við erum að gera með börnunum í staðinn fyrir hvaða svæði getum við nýtt. Þannig að núna ætlum við að fara að vinna svolítið með innviðina.
Finnið það á börnunum, hvernig taka þau við öllum þessum breytingum, hvernig líður þeim hérna í nýja leikskólanum? Sko, ég held að þau hafi bara fengið pínlítið viðáttubrjálæði bara eins og við. Þannig að plássið okkar jókst náttúrulega ennþá meira. Og svo er næsta skref í þessum framkvæmdum öllum að það er verið að taka lóðin okkar í gegn og hún ofta að stækka ennþá meira. Þannig að við erum öll sátt, mjög sátt og það líður öllum vel. Sýnismenni á krökkunum þau vilja koma og eru kátt og glöð með það að vera komin í nýja skólan, sko. Og svo er staðsendingin þetta, þeir eru bara rétt hinum með götuna við grunnskólan, íþróttahúsið og svo Fjarðahöllina. Við erum bara í hjartanu á Reyðarfirði. Það er bara, er bara skólamiðstöðunar allar og náttúrulega ómetanlegt að hafa bæði Fjarðabyggðarhöllina við hliðina og svo grunnskólan því að við erum í mjög góð samstarfi við grunnskólan. Fyrst elstu börnin okkar hafa farið í heimsóknir yfir bara svona til að undirbúa fyrsta bekk og svo höfum við verið svo heppin að við höfum fengið að nýta Fjarðabyggðarhöllina þegar ef það er mikill vetur, þá kannski er ekkert alltaf hægt að vera út á lóð og þá höfum við fengið að fara inn í höll að leika. Þannig að þetta er bara kjöraðstæður. Það verður svolítið að þemadögum á dagskrá hjá okkur. Segðu okkur aðeins meira frá þeim. Já, við ætlum að vinna svolítið með núna í vetur bæinn okkar og við ætlum að taka daga myrkurs og við ætlum að vera að vinna með rauninni bara svona sér áherslur rauninni og það er eins og með bæinn minn, þau eru búin að vera að labba út allan bækrakkarnir í síðastliðna vikur og finna húsin sín og taka myndir af þeim og á gangin hjá okkur verður sett kort að Reyðarfirði þar sem við getum merkt hvar krakkarnir eiga heima. Bæði lærum við götuheitin og við lærum svona örnefni í kringum okkur sem ég held að skipti gríðarlega miklu máli. Þannig að það eru gríðarlega bjartir tímar framundan hjá okkur. Ótrúlega spennandi, bara gaman.